Fuglarnir eru töfrandi og vekja oft undrun manna, en undrunin einmitt ein algengasta tilfinningin sem fólk upplifir gagnvart náttúru Íslands. Þessu hefur Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, doktorsnemi í heimspeki komist að í rannsókn sinni á fagurfræðilegri upplifun á náttúrunni. Ég vil skoða reynslu fólks, bara beina reynslu fólks af íslenskri náttúru. Og ég tók svona 2 landslagsgerðir sem dæmi sem eru svona einkennandi fyrir Ísland en eru sjaldgæfar annars staðar og það eru jöklalandslag og háhitalandslag. Og það sem er einkennandi fyrir upplifanir fólks af þessum landslagsgerðum, það er svona ákveðin undrun og líka upplifun af hinu háleita eða the sublime. Það sem að fólk svona finnur fyrir smæðsinni og sér einhvern veginn eins og ógnar krafta náttúrunnar og hvernig þeir móta landslagið og ímyndunarafl á líka mjög stóran þátt í upplifuninni. Það sem að vegna þess hvað er sýnilegt í landslaginu og hvernig landi mótast og þróast, að þá vekur það upp svona ímyndunarafl hjá fólki og það fyrir einhvern veginn að sjá fyrir sér þessa rosalegu krafta. Og ég held að það sé líka svolítið sem að er ástæðan fyrir því að fólk er svona spennt fyrir þessu erlendis frá. Þetta er eitthvað sem þú sér mjög sjaldan í heiminum. Svona rosalega sýnileika þessa afla ís og elds. Þannig að það er kannski eitthvað sem er svolítið sérstakt við fagurfræði íslenskrar náttúru. Að upplifa fegurð í náttúrunni og það hafi eitthvað svona áhrif á mann og sé manni mikilvæg reynsla. Ef það er ekki til eitthvað svona tungumál til þess að ræða þetta af alvöru, að þá verður þetta minna aðgengilegt fyrir fólk að taka eitthvað mark á þessari reynslu og hún hafi eitthvað gildi fyrir okkur og skipti ykkur máli. Það er þess vegna sem ég held að skipti mjög miklu máli að rannsaka þetta til þess að bara gera fólki grein fyrir því hversu mikilvægt þetta er og að það sé hægt að tala um það alvarlega, það sé ekki bara eitthvað svona þessi vola rómantískur og finnst rosa gaman að horfa á fegurð í náttúrunni og það skiptir engu máli. Að þetta sé eitthvað sem að skiptir okkur mjög miklu máli.